Góðan daginn. Bara gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og segja ykkur aðeins svona hvað við í Krónunni höfum verið að gera síðustu misseri og eins og kom hér áðan að ég alveg sammála því að ég tel að þau fyrirtæki sem eru ekki að fókusera á umhverfismálin og hvað þau ætla að gera til þess að auka sjálfbærni til framtíðar að þau muni sitja eftir í samkeppni og þetta mun, ég held að þetta verði ekkert bara málana núna í ár heldur áfram næstu misseri. Hljóta hvort ég geti farið hérna á milli, það er komin einhver gluggi hérna upp. En ég ætlaði svona aðeins rétt að fá að byrja að segja ykkur hvað við stöndum fyrir í Krónunni. Hérna. Að við erum þegar við horfum á samfélagslega ábyrgðin okkar, þá erum við í rauninni kannski rosa heppin af því að við erum með mikla nálægð við viðskiptavinni. Við fáum gríðarlegan fjölda heimsóknum á hverjum degi og við sjáum það líka alveg að neyslubreytingin er að þannig að fólk er að koma oftar og versla minna og versla bara það sem að þarf í matinn sem er mjög jákvætt af því að vonandi minnkar það matasóun að það sé ekki verið að kaupa oft svona stórar körfur og svo líður ekki eins og þú viljir ekki borða þetta því að þú varst búin að ákveða að hafa fisk næsta 50 dag, svo kannski vilt ekki hafa fisk, heldur vilt hafa eitthvað annað og þá endur einhver ruslinu. Þannig að við teljum það sé mjög jákvætt að tíðnin sé að aukast og fólk sé að koma meira og versla það sem ætla að hafa í matinn í kvöld. Þannig að eins og ég sagði, þá erum við mjög heppin að hafa þessa nálægð og við segjum í krafti stærðar okkar getum við haft áhrif til góðs. Þess vegna ætlum við að leita sífellt leiða við að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Og við skiptum samfélagslega ábyrgðin okkar í nokkra hluta. Hérna er í dag til þess að tala um umhverfisverndina og hvað við erum að gera, þessi grænu skref sem við erum að stíga. En við erum líka rosalega meðvituð uppröðun á búðin okkar og hvaða sykurmagn er í vörum og svona sem við erum að selja. Og það er ekki tilviljun að í Krónunni er alltaf komið fyrst inn í ávaxta og grænmetisdeild og að sykurlaust mæti eru undan sykraða. Þetta eru mjög meðvitaðar ákvörðunar sem við höfum tekið þegar við erum að stilla í búðinni að því að lýðheilsa skiptir okkur líka miklu máli. Og síðast en ekki síst er að upplýsta valið. Okkur finnst það vera okkar hlutverk að láta viðskiptavinina fá þær upplýsingar sem að þeir þurfa til þess að taka upplýsta ákvörðun. Og það er eitthvað sem við erum að vinna að og erum ekki ennþá byrjað kannski að kynna. En í framtíðinni þá viljum við geta látið viðskiptavininn vita hvort það sé svona mikið prótein, hvort það sé svona mikið kolvetni eða eitthvað ákveðið magn af sykri. Og tala nú ekki ef að það verður einhvern tímann skylda eins og við jafnvel teljum að gerist, hvert er sótspor vörunar? Þá munum við geta birt það. Þannig að þetta er allt sem við erum að undirbúa okkur fyrir. En við erum fyrst og fremst að keppa á verðum. Og við vitum alveg að við erum ekki þau einu á markaði sem erum að keppa á verðum. Þannig að við lítum á okkar umhverfis og samfélagslega ábyrgð sem okkar sérstöð. Þannig að við segjum, jú, við erum ódýr og við erum umhverfisvæn. Við erum ódýr og við erum snjöll og við erum ódýr og við erum holl. Hollustan fær alltaf besta plassið hjá okkur. En skiptir þetta máli, og margir hafa sagt um mig, þetta er ekkert stærsti hlutin af umhverfismálinu hvort að fólk taki 1 eða 2 poka. En þá segi ég oft þetta hér. Þetta er bara 1 rör, sögðu 8 milljarðar manns. Ef allir hugsa alltaf bara, herðu, ég ætla bara að taka 1 poka, þetta er ekkert mál. En ef allir hugsa þannig, þá er þetta stórt vandamál. Þannig ég sé oft, ég get kannski sem einstaklingur ekki haft svakalega mikil áhrif, en við öll sem búum á jörðinni, ef við stöndum saman, þá getum við svo sannarlega haft gríðarleg áhrif. Og það er það sem að skiptir máli. En hvað þarf til? Og við horfum oft að það skiptir máli að bæði viðskiptavinir og starfsfólkið sé tilbúið að takast á við breytingar. Við sáum það alveg til dæmis að við erum að breyta í búðunum og taka burtu hnútapokana sem við gerðum í fyrra og biðja viðskiptavinina að setja þetta beint í körfuna. Það er alveg smá vani sem fólk var vant að setja þetta í þessa hnútapoka og nú voru þeir ekki lengur í boði og þú þurftir að setja þetta beint í körfuna. Það reyndar gekk ótrúlega vel og við finnum það að viðskiptavinir eru tilbúnir að stíga þessi skref með okkur en við erum að breyta venjum.
Og þarna eru eins og þessi pokar og það sem við gerðum á vegferðinni, við byrjum á því að segja svolítið undan þarftu poka og voru að benda á það eru til fjölnotalausnir og síðan sögðum við vorum að taka pokan í burtu og síðan í raun erum við að þakka fyrir. Þannig að þetta er alltaf svona nokkur skref. En við vitum að í þessum skrefum sem við erum að taka þá gerum við alveg helling af mistökum. Og við erum náð mjög góðum árangri í því að minnka matarsóun. En svona dæmi gerast og þetta gerist í fyrra hjá okkur. Og það sem var svo sem jákvætt eins og ég bent á, að það var allavega búið að taka umbúðirnar af, þannig við erum að flokka rétt. En það sem við þurfum að átta okkur á er að bara já, við gerum mistök, en við þurfum að tala þau. Af því að við erum með 25 búðir og ef það eru að gera mistök í einni búð og þeim er bara sópað undir teppið, þá þýðir það að sömu mistökinu verða gerð á 24 öðrum stöðum. Þannig að við erum alltaf að tala heyrðu, segjum frá, það eru að gera mistök, þá getum við komið í veg fyrir þau annars staðar. En ferðalagið okkar, og ég ætla aðeins að segja ykkur frá minnkum matarsóun, af því þetta er ekkert sem að gerist á einni nóttu. Við byrjum á því fyrir að vera 4 ár núna að lækka verðið á ávöxtum og grænmeti sem voru ekki með þau gæði lengur sem að gera það verkum þá var ekki hægt að selja á fullu verði. Þannig að við byrjum þar og vorum að þróa það áfram en síðan vildum við taka fleiri vörur. Og þá lentum við með ávöxt og grænmeti, það sem við gerðum, þá í rauninni við rýrðum það sem að þýðir að við rauninni ef við keyptum þetta inn á 100 kall, þá bara segjum við, við erum búin að tapa 100 kallinum og svo seljum við þetta. Þannig að birgðastaðan er ekki að trufla okkur þar. Það sem við vorum með alls konar aðra vörur, sem við þurftum að halda utan um birgðastöðuna og þá fórum við að þróa kerfi og það tók alveg rúmt ár. Við fundum samstarfsaðila út í bæ sem að skrifaði fyrir okkur kerfi, þannig að við gætum haldið utan um birgðirnar en ekki sett bara svona límmiða á. Heldur erum við núna með límmiða með strikamerki þannig að við vitum nákvæmlega hvaða vara er að seljast. Af því að við verðum líka, verðandi svona stórt fyrirtæki, að geta vita nákvæmlega hver birgðastaðan okkar er og vita hvaða vörur við erum að selja á lækkuðu verði af því svo ætlum við náttúrulega að nýta okkur gögnin til þess að verða betri í innkaupunum. Og svo er svona seinasta skrefi sem við tókum á seinasta ári eftir ábendingar frá starfsmönnum að það er að stundum eru gæðin bara þannig og eins og það var eftir þetta gulrótardæmi það sem við byrjuðum að gera að ef að starfsfólki í búðunum finnst gæðin ekki það er einu sinni ekki hægt að rökstyðja það að selja það á ódýrara þá höfum við verið með framstillingar þar sem við erum að gefa vörurnar. Annað dæmi eru með umbúðirnar að við settum í fyrra upp afpökkunarborð þar sem að fólk getur skilið eftir pappa og plast hjá okkur. Mjög gott skref og þetta var ábending sem kom frá viðskiptavinum. Það kom hugmynd og fyrst var svona, já, herðu, ok, bara fín hugmynd en þetta er svo erfitt í framkvæmd. Svo bara, herðu, kannski er þetta ekki svo erfitt. Kannski ættum við bara að gera þetta. Síðan var fundin hönnur sem vann með okkur að útfærslu og bara við erum rosalega ánægð hvað margir viðskiptavinir er að nýta sér að skilja eftir umbúðir. Í framhaldinu af því, þá kom fyrirtæki til okkar sem að sá hvað við vorum að gera. Lítið fyrirtæki, svona startup fyrirtæki sem heitir Plastplan og við fórum að endurvinna með þeim úr einni verslun það plast sem að féll til. Og síðan núna í seinustu viku þá skrifum við undir samning þar sem við erum að fara að endurvinna allt plast frá verslunum okkar. Þannig að þetta er bara, eins og segja, þetta eru lítið skref en það bara skiptir máli að byrja. Önnur dæmi hvað við höfum gert, að við fórum að flytja inn ávöxt og grænmeti í fjölnotakössum í staðan fyrir pappakössum og þetta var 2016, sparaði 162 tonna pappa þá og er ábyggilega komið vel yfir 200 í dag. Í lok árs 2016 þá hættum við að senda út prentan fjöldapóst eins og er ennþá mjög margir að gera og fórum meira á samfélagsmiðlana. Og við fyndum ekki fyrir áhrifum á sölun okkar við það að hætta að senda út svona stór blöð. Og svo er bara ýmislegt annað og eins og segja, það eru þessi litlu skref, við erum alltaf að hugsa
bæði innréttingar og svo kæla og lýsingu getur þetta bæði innréttingarnar. Nú erum við að skoða hvort við getum fengið umhverfisvænni innréttingar. Við erum búin að vera að skoða eins og að segja alla kæla sem við tökum og lýsingu að það sé orkusparandi. Umbúðir sem að voru plast getur við skipt í pappa og síðan bara við vorum með frauðplastbolla í verslunum okkar fyrir kaffi. Við hættum því. Og manni finnst alltaf svona eiginlega jafn svekkjandi þegar maður kemur á okkur skrifstofur, það sem ennþá pappamál, það sem bara mjög auðvelt að hafa bolla. Þannig að nú getið þið farið tilbaka ef þið ennþá með plastglös eða pappaglös að nota bara bollana. En svona næstu skref hjá okkur, að því þetta eins og ég segi, ferðalega rétt að byrja og við vitum að þetta oftir að taka langan tíma. Og það sem kannski skiptir mestu máli að þetta eru bara stöðugar umbætur. Maður alltaf að horfa bara það sem við erum að gera, hvernig ætlum við að gera það á þann hátt, þar sem að umhverfið fær að njóta vafans. Og ég sé oft, ef við varum að bjóða ykkur upp á búðir sem var eins og fyrir 10 árum, það sem þessi vinstra megin, og ég tala ekki ef við myndum bjóða ykkur upp á vörúrval sem var eins og fyrir 3 árum, þá væri við miklu vandræðum. Þannig að við verðum alltaf að vera að þróast. Og þess vegna skiptir máli að hugsa þetta ekki sem eitthvað einskiptis átak, heldur þetta eitthvað sem hluti af starfsemin ykkar og við erum stöðugt að taka tillit til. Nú aftur komin þessi gluggi hérna. Ég get kannski bara... Okay, takk. En það sem við sjáum þarna gerast til að mynda umbúðalaust. Og okkur hefur gengið rosalega vel með bændamarkað sem við erum með á haustin, það sem við erum að fá uppskjörur frá íslenskum bændum og það umbúðalaust. Svo erum við að spyrja okkur, og hvað næst í umbúðalausu? Þannig að hvað getum við gert? Og við erum að skoða hvort að við getum gert tilraunir með þurrvörur þar. Síðan maður ofta að spá í hvað gerist. Munum við taka aftur skref tilbaka þar sem að einhverjar vörur sem eru í pappa eða plast í dag munum fara í gler. Til dæmis eins og mjólkin. Að maður hefur séð litla aðila erlendis vera að framleiða og setja í umhverfisvænni umbúðir og það hefur skilað góðum árangri. Þannig að þetta svona eitthvað sem maður þarf að fylgjast með og sjá hvað mun gerast, en alls ekki útilokað að á einhverjum stöðum munum við taka skref tilbaka. Og síðan þessi hringrás sem við erum alltaf að spá í. Hvernig getum við einhverja vörur til að mynda sem eru einnota í dag, geta þær verið fjölnota? Og það eru fyrirtæki komin sem eru að vinna með stórum framleiðendum, þar sem að þú ert í rauninni að fá áfyllingar heim til. Og síðan til dæmis alls konar vörur til heimilisins, hreingerningarvörur og sjampó og svoleiðis, þar sem að mikið vatn. Þarf að flytja þetta allt. Getum að blanda vatninu í heima á sér. Þannig ég held að það sé alls konar svona spurningar sem við munum fá svör við á næstu misserum og síðan líka komin skyndibitaframleiðendur þar sem þú getur bara borða umbúðirnar. Þannig að það ýmislegt að gerast. En við erum rosalega fókusur á það vænni vörur í vöruúrval hjá okkur. Þannig að þegar við erum að velja inn, hvernig ætlum við að vera ábyrgari í þeim vörum sem við erum að selja? Og að finna vörur sem eru umhverfisvænni eins og eyrnapinnar, tannburstar, það kannast allir við úr útilegum, einnota hnífapör og allt úr plasti, getum við boðið upp aðra lausnir, bökunarpappír, fjölnota, þannig að við erum, og þetta svona byrjar í þurrvörum og þetta alveg byrjað og við erum bara alltaf að leita, hvað getum við tekið inn næst? Síðan annað stórskref hjá okkur, það svansvottunin. Og ég var eins og spurð, það ekki bara, eru þið eins og prentsmiða? Af því það vita allir að prentsmiður eru svansvottar. En svansvottunin eru ýmsir mælikvarðar sem þarf að standast og við byrjum í fyrra og fórum með 2 búðir í gegn og nú erum við í þeirri vinnu að klára svansvotta allar verslanir. En þarna eru bara, oft erfið markmið varðandi eins og í vöruúrvali, hvort að hluta vörunum það þarf að vera ákveðið vöruúrval sem vottað. Það markmið varðandi orkunotkun, það markmið varðandi sorp og flokkun á því og markmið minnkum matasón. Þannig að þarna við erum oft að leita hvernig getum við verið að mæla okkar árangur og við teljum að með svansvottuninni, hún muni hjálpa okkur að gera það. Annars skref sem við tókum í fyrra, það var að hætta með hnútapokana og síðan í haust ætlum við að hætta með plastpokana. Og ég sagði það daginn, bara þeir hnútapokar sem voru
árlega í okkar rekstri, ef þú hefði tekið á og rúllað út þessum rúllum, þá hefði þeir náð kringum Ísland 2,5 sinni. Sem sagt 2,5 hringvegur og það bara frá okkar verslun. Þannig þið sjáuð hvað við í Krónunni getum haft mikið áhrif og ef við leggjumst öll á eitt, hvað áhrifin verður ennþá meiri. Og síðan það plastpokinn sem við ætlum að hætta með og við bjóðum það upp á aðrar lausnir í staðinn, pappapoka og fjölnota og við erum með poka og sykurey sem við veltum mikið fyrir okkur þegar við vorum að velja. Sykurey samt plast. Maíspoki líka plastpoki. Hann 70% plast. Þannig að maður þarf að hugsa þetta rosa vel og ég segi stundum það eins og því meira sem þú veist, þá samt stundum eins og þá veit maður samt minna. Af því þetta algjör frumskógur. En við erum bara dugleg að leita ráðgjafar utan hús og finna sérfræðinga til þess að koma að hjálpa okkur þar sem að við, eins og segi, þurfum. Hvað með framtíðin í skauti sér? Við notum rosa mikið í alvöru og við eigum léni í alvöru.is að þarftu í alvöru poka. Allar í alvörun að henda þessu. Þannig að þegar við settum í alvöru í loftið, þá sem sagt plastúrgangur, einnota plast og allra plastumbúða, það eru 5.000 tonn á ári á Íslandi. Og plast ekkert slæmt, af því að plast eykur líftíma og það alveg fín lína milli umbúðasóunar og matarsóunar. En það sem slæmt, að það bara svo rosalega lítill hluti af plasti sem endurunnið. Og það í rauninni vandamáli. Það að maður sér þessar myndir sem hafa gríðarlega áhrif. Það sé bara sjórinn uppfullur af plasti og maður sér plastfjöll, það sem búið að flytja plastið til Kína eða Suður Ameríku. Og það gera þetta vandamáli eitthvað staðar annar staðar. Þannig að við erum mjög ána núna að vera endurvinna okkar plast sem að fellu til. En af því plasti sem framleitt í heiminum, þá eru 30–40%, það fyrir svona aðeins eftir hvar maður lesa, sem að fer í umbúðir. Og ég held að við hefum eftir að sjá svolítið breytingu á því að hönnir muni taka, og þeir að taka þetta til sín og að þróa þá að finna aðra lausnir sem umhverfisvænni og síðan þetta stóra vandamál að byrja að endurvinna plastið. Að það þarf að vera hringrás. Í matvælum það oft erfitt af því að það gerðar stranga kröfur þannig að þú getur ekki verið að nota endurunna plast en við þurfum að finna leiðir í það hvað við ætlum að nota endurunna plastið í. Og kannski bara svona rétt að lokum, svona lykillinn hjá okkur í því sem við þurfum að gera þetta samtal. Að við erum alveg óhrædd við að spyrja viðskiptavinina hvað við eigum að gera. Og hérna til dæmis vorum við að spyrja. Við segjum náttúrulega Krónan elskar umhverfið og viðskiptavinir okkar gera það svo sannarlega líka. Að við spurðum hvaða vörum sem eru einnota í dag gætu mögulega skipt út og fundið fjölnota lausnir í staðinn. Og það alltaf gaman að segja frá því að ein hugmynd var hundaskítspoki. Og það kannski, þú hugsar, ok, en það sem við gerum að við förum og skoðum. Við erum kannski ekki að finna einhvern endilega fjölnota hundaskítspoka strax, en við erum samt búin að finna umhverfisvænna hundaskítspoka. Og það eru þessi litlu skref sem að skipta máli. Þannig bæði erum við að spyrja annars konar lausnir og síðan erum við að spyrja hvað viðskiptavinum finnst við ættum að gera næst. Og það þetta samtal sem gríðarlega dýrmætt og við erum rosa þakklátt fyrir hvað viðskiptavinin eru tilbúnir í þessa vegferð með okkur og láta okkur vita hvað við getum gert betur. Og svo bara alveg að lokum að þetta skiptir okkur í alvöru máli. Takk fyrir.